Sæl og blessuð Bjarkey og takk fyrir að koma hérna í nýja kosningamiðstöð VG. Takk fyrir að bjóða mér. Já, gaman að fá þig. Við byrjum bara. Hvað kemur fyrst upp í hugan þegar ég segi gott samfélag? Ég held að það sé fyrst og fremst jöfnuður. Jöfnuður til þess að lifa mannsæmandi og góðu lífi í hverju samfélagi fyrir sig. Mér finnst það að vera svona, það sem að dekkar í rauninni gott samfélag er að jöfnuður. Það næri yfir það að mínu mati. Og það líka næri yfir svo margt, ekki satt? Já, mér finnst það. Og ég held að, að þetta er ekki klísja, þetta er auðvitað eitthvað sem við tölum og ekkert bara svona rétt fyrir kosningar, heldur er þetta eitthvað sem við þurfum alltaf að vera að vinna að. Því miður þá er ekki jöfnuður í samfélaginu okkar á Íslandi frekar en víða annars staðar. En það þýðir það ekki að við eigum ekki að halda áfram að tala og að halda áfram að reyna að ná sem mestum jöfnuði sem víðast. Það hlýtur alltaf að vera markmið okkar, að allir lifi og geti lifa mannsæmandi lífi. Og þetta er nú ein bara undirstöðum stefnu VG, það er jöfnuður. Finnst þið sem hafi setið á þingi hafa náð einhverjum árangri í rétta átt? Sannarlega höfum við gert það. Og í bara mjög mörgu og mér eru þetta efst í huga kannski mál sem að ég talaði fyrir hönd forsætisráðherra eins og jafnréttismálin sem voru til umfjöllunar í allsherjar- og menntamálanefnd. Við stigum stór skref þar og þar var samþykkt áætlun og aðgerðaráætlun jafnréttismál. Tala nú ekki þungunarrofs frumvarpið sem var samþykkt sem eykur auðvitað gríðarlega á bara réttlæti kvenna til að yfirráða yfir eigin líkama. Kynrænt sjálfræði og þau mál öll sem þar eru undir sem eru skref í átt að jafnrétti. Nú svo höfum við þetta lagað tekjuskattskerfi til þess að reyna að auka jöfnuð, gjaldfrelsi í heilbrigðisþjónustunni, tannlækningar aldraðra og öryrkja og barna og fleiri. Þannig að já, ég held að við höfum stigið mörg góð skref í átt til aukins jöfnuðar en auðvitað þarf að gera ennþá betur og til þess þarf nú að hafa VG áfram í ríkisstjórn. Ég meina að við erum byrjuð að færa kerfið í átt til hins betra og það þarf áframhaldandi hugsun í þessa veru og ég tel að við séum best til þess fallin að fylgja þessum málum áfram úr hlaði því að 4 ár er ótrúlega stuttur tími því að það er alveg rétt sem oft er sagt að kerfið er þungt, það er erfitt að breyta og það er erfitt að koma á breytingum, það er ekki bara að þeir kosti mikið, heldur líka bara að það eru svona kannski miklu fleiri hlutir sem að fylgja sem að þarf að breyta heldur en akkurat það sem að manni dettur fyrst í huga að gera þegar að fólk kemur inn í ráðuneytin og er með einhverjar hugsjónir það hvað þarf að gera. Nú svo þetta fengum við upp í fangið veiruna sem að hefur kannski orðið til þess að við höfum ekki náð öllu því í gegn sem að við vildum gert hafa og enn frekar segi ég það þá að við þurfum að halda áfram þessum góðu verkum og ég vona að fólk gefa okkur tækifæri til þessi í kosningunum. Og ég raun má segja að miðað við það einmitt að hafa þurft að kljást við heimsfaraldur þá er eiginlega alveg ótrúlegt hvað náðist þó að gera. Alveg ótrúlegt og það er verður í rauninni að þakka fyrir það að hvað vel hefur unnist innan ráðuneytanna þrátt fyrir þetta og ég tek undir það því að það er ekki gefið þegar að einhvern veginn þú færði í fangið eitthvað sem þú ert ekki kosin til. Þetta var ekki í stjórnarsáttmálanum að fá eitthvað svona upp í hendurnar og það er kannski það sem að forsætisráðherrann okkar hefur gjarnan sagt að því að hún hefur nú reynslu af því að vera í ríkisstjórn áður að það er að stærstu leyti kannski það sem að verið að fást við dagsdaglega hjá framkvæmdarvaldinu er í rauninni bara að láta samfélagið ganga. Síðan eru þessi kannski áherslumál sem að þeir flokkar hafa sem að fara saman í ríkisstjórn og svo auðvitað öll þessi óvæntu atriði sem að bara koma upp og þú verður að takast á við og hvað þá svona risavaxið eins og við höfum tekist á við núna en já, það hefur bara býsna vel orðið ágengt í mjög mörgu en betur má að duga skal eins og alltaf. Og ertu ánægð með hvernig ríkisstjórnarsamstarfið hefur gengið? Já, ég er það nú alveg. Af því að ég held að þetta hafi verið tímabært. Ég held það og það er það sem að ég heyri mjög mikið að fólki hafi þótt bara tímabært og áhugavert að sjá
flokkar nálgast frá hægri til vinstri og yfir miðjuna alla saman að er þetta hægt? Virkilega hægt að vera svona? Kallar það á of miklar málamiðlanir? Sannarlega kallar það á málamiðlanir, en mér finnst það líka kannski að horfa á það á hinn veginn að það líklara til þess að kerfisbreytingar sem að gerðar eru að þær haldi. Að það gjarnan, það sem hefur loðað við okkur á Íslandi á 4 ára fresti þá kerfunum hvolft við að því að það eru ólíka ríkisstjórnir sem eru myndar eftir 4 ára tímabila því við erum óþolinmóð og viljum einhvern veginn að hlutinni gerist hratt og finnst 4 ár langur tími og fólk margt hvert mjög súrt yfir því að allt hafi ekki gengið eftir sem var talað, þá finnst mér að það sé, eins og ég segi, líklegra til þess að kerfisbreytingar haldi þegar ólíkir flokkar nálgast þær og ná einhverri niðurstöðu, samanber skattkerfisbreytingarna sem að ég nefndi hérna áðan. Þannig að ég held að þetta hafi verið mjög áhugavert og lærdómsríkt og skemmtilegt og sem sýnir það líka bara að þetta fyrsta ríkisstjórnin sem að heldur út fullt 4 ára kjörtímabil bara mjög lengi og hefur við nú verið rifið upp allt undanfarna daga. Það er ekki lengur hægt að tala neitt nema að nefna loftslagsmálin. Það bara þannig. Ef við horfum á það bara á Norðausturkjördæmi, hvernig sérðu fyrir að væri hægt að, hvernig hægt að grípa í taumana þar? Hvað hægt að gera betur í Norðausturkjördæmi? Já, sannarlega loftslagsmálin eiga náttúrulega bara að vera allt líkjandi. Núna erum við og eigum að hugsa allt sem að við gerum út frá loftslagsumræðunni. Af því ég trúi því að það sé vilji okkar allra að þeir sem á eftir okkur koma geti búið í samfélagi sem ekki að kljást við þá hamfarahlýnun sem að við sjáum hér skógarelda og flóð og guð má vita hvað út í heimi, að við séum ekki þannig stend að þetta hérna gerist ekki hjá okkur. Þannig að ég held að í Norðausturkjördæmi það margt hægt að gera. Við þurfum að efla almenningssamgöngur og við þurfum að rafvæða þær. Við þurfum að koma á fleiri rafstöðvum þannig að það sé raunverulegur valkostur af því að það styttist óðum að dreifbíli getur farið að nota rafmagnsbíla miklu meira heldur en hægt núna, drægnin að verða mjög mikil og mér finnst að við að leggja áherslu á það og áherslu á almenningssamgöngur. Síðan þetta sú hugsun sem að mér finnst spennandi, það Tjittarslóð umhverfi til dæmis sem hefur verið innleitt á Djúpavogi, að Norðausturkjördæmi yrði dálítið þannig samfélag sem að lítur á svona sjálfbærnina og það að matvara og annað slíkt sé framleitt sem næst okkur á hverjum stað og við þurfum ekki að fara langar vegalengdir með margar hluti. Auðvitað þetta stórt og risastór hugsun og risastórt skref en þetta samt sem áður nær okkur heldur en að ég held að margur gerir sér grein fyrir og alveg framkvæmanlegt og þá ég að tala að samfélögin svona, sem eru nær hvert öðru byrji að hugsa út frá sér og sínu og smá saman svona færist þetta yfir kjördæmi. Mér finnst þetta spennandi og ég held að þetta sé eitt af því sem að skiptir miklu máli. Við þurfum líka að rafvæða hafnirnar okkar. Það líka risastórt skref og síðan þetta bara svo margt í daglegu lífi okkar. Hringrásarhagkerfið og við vorum nú að samþykkja einmitt frumvarp þau mál núna bara á þessu lokaþingi. Það líka eitt af því sem við þurfum að taka alvarlega. Við tölum gjarnan plastið og flokkun sorps og allt það sem gríðarlega mikilvægt og það þarf að samræma allt land þannig að fólk geti ekki skotið sér undan því af því að það öðruvísi hér heldur en þar, heldur sé þetta bara eins alls staðar. En þá þetta hringrásarhagkerfi að við drögum dálítið úr neyslunni og förum að hugsa svolítið inn á við það að getum við nýtt hlutina betur, þurfum við að eiga allt og svo framvegis. Það bara partur af því að hugsa framtíðina í þessu stóra mengi og í kringum loftslagsmál. Hæja á, það bara mjög stórt skref í því sem við Íslendingurum þurfum að gera. Gríðarlega. Atvinnumálin, þau eiga líka eftir að koma mikið við sögu á næstu misserum. Hvað heldur hvernig sérðu þau mál fyrir þér í þínu kjördæmi?
Já, það nú eitt stærsta skrefið sem við þurfum líka að taka í tengslum við það og auðvitað þurfum við að horfa dálítið á að byggja upp út frá grænum sjónarmiðum og hugsunum atvinnulífið aftur. Það alveg ljóst að við höldum ekki áfram þessi fráarhorfið. Sko í Norðausturkjördæmi þar það helst fjölbreytileikinn sem að við þurfum að huga að. Styðja við þá starfsemi sem að fyrir og svo það að auka fjölbreytileikann. Það auðvitað alltaf kallað eftir opinberum störfum í hérna dreifðu byggðir, það þekkjum við og mér finnst að það eigum við að halda áfram að vinna að og gera og hefur ekki þótt nóg að gert þetta kjörtímabil. En ég held að svona til þess að því við segjum dálítið að við viljum að unga fólki hafi tækifæri til að flytja heim og setjast að og vilji koma að þá þarf þetta að vera þannig og það þarf auðvitað að horfa til þess jafnvel að fjarvinnuna sem að allir fóru að takast á við meira og minna í gegnum COVID-faraldurinn. Við þurfum að huga dálítið vel að því að búa líka til svæði og staði sveitarfélögin þar sem að fólk getur jafnvel komið saman á unnið að því ég vil segja, ég vil áhyggjur af því að það verði þannig að fólk þurfa að fara að útbúa sér aðstöðu heima og vinna á heimili verði eitt og því sama og mér finnst allavega að fólk eigi að hafa tækifæri til þess og ég hef áhyggjur af konum sérstaklega í þessu samhengi að eigi að hafa tækifæri til þess að geta komið saman hugsanlega út að vinna yfir stórt svæði að þú getur verið í einhverju svona húsnæði þar sem að fleiri koma saman og getur verið fjölbreyttur vinnustaður en þú ert samt í rauninni í þínum heimabæ að vinna. Af því að við þekkjum það í dreifbýlinu að á mörgum stöðum að þá ert að sækja vinnu í næsta byggðarlag eða þarnæsta og á stundum getur verið gott að geta kannski tekið hluta úr vikunni á einhverju svona stað eða heima ef fólk kýs það. En ég myndi vilja að við hugum samt að því og atvinnurekendur að það ekki sjálfsagt að fólk vinni heima án þess að minnsta kosti að ræða að það sé vilji og eins og ég segi að það kostar líka að vera heima og blanda saman heimili og vinnu, að geta kúpla sig frá og þurfa að koma sér upp aðstöðu og svo framvegis. Þannig að fjölbreytnin, við erum auðvitað með sjávarútveginn og við erum með landbúnaðinn og við erum matvælahérað, Eyjafjörðurinn og fyrir austan og þetta eitthvað sem við þurfum að halda áfram að styðja við auk ferðaþjónustunnar auðvitað sem gríðarlega mikilvæg og þar þurfum við held ég að auka það að áfangastaðirnir, bæði Egilsstaðir og Akureyri verði raunveruleg fluggátt, báðir þessi staðir þannig að við séum að dreifa ferðamanninum og byggja undir heilsársþjónustu í ferðabransanum í öllu kjördæminu. Það var mikið gefið í framlögum til nýsköpunar. Er það eitthvað sem hefur verið að aukast í Norðausturkjördæmi? Ég veit að það var frekar lágt svona tíma að minnsta kosti á Austurlandi. Er þetta ekki óplægður akur? Jú. Svona nánast. Já, það svona kannski sem loftslagsmálin að nýsköpun líka einhvern veginn svona alltumlykjandi orð í því þegar við erum að tala að auka fjölbreytnina í atvinnulífinu og það auðvitað kemur til einmitt hvort sem það nýsköpun í sjávarútvegi, í landbúnaði, í matvælaframleiðslu bara yfirleitt, nú eða í bara ferðaþjónustunni eða hvað svo sem það heitir. Þannig að það sem ég á við eru styrkirnir. Já, og það það sem kannski við höfum af því að forsætisráðherra lét nú gera með könnun á því hvert styrkirnir væri að fara og hvernig væri að skila sér. Og þá bæði eru því miður að koma bara allt of fáar umsóknir og ég hef áhyggjur af því og hef lýst yfir að þegar nýsköpunarmiðstöð lögð niður að aðgengi að aðstoð til þess að sækja við þurfum að búa betur það. Það ekki komið í endanlegan og nógu góðan farveg að mínu mati. Ég hefði til dæmis viljað sjá atvinnuþróunarfélögin eða samband sveitarfélaga á þessum svæðum kannski fá umboð til þess að taka þessa hluti að sér og sinna þessu þannig að þú getur leitað eitthvað og fengið aðstoð við að sækja því að það eru mjög margar, mjög góðar hugmyndir sem eru víða en á sama tíma þá það líka þannig að fólk bara, það þyrmir yfir það þegar á að fara að sækja af því að þetta svo flókið.
Þannig að ég held að við þurfum að búa betur þetta þannig að styrkirnir dreifi sér allt land en ekki svona á stór höfuðborgarsvæðinu eins og raunin hefur orðið. Mjög gott. Það styttist til kosninga. Hvernig líður þér? Mér líður vel. Mér finnst við fá góðar undirtektir og fólk almennt bara, það tekur alveg umræðuna þessi erfiðu mál sem við erum að kljást við, en heilt yfir finnst mér fólk vera ánægt. Það auðvitað, eins og ég sagði áðan, ýmis mál sem ekki nást að klárast á einu kjörtímabili og þurfa lengri tíma og fólk minnir mann alveg á það sem fínt af því það þarf að halda okkur á tánum. En svona, já, ég hlakka bara til baráttunar, það verður auðvitað áhugavert að sjá hverju fram vindur, hvernig hún fer fram, hvort hún verður miklu leyti á netinu eða hvort hún verður í raunheimum. Ég verð nú að segja það, ég vona það, vegna þess að maður finnur líka í sumar þegar ég verið að þvælast kjördæmið að fólk, það hefur þörf fyrir það að hitta mann og spjalla. Það öðruvísi heldur en að tala við einhvern í tölvuskjá, það þekkjum við nú alveg. Og mér sjálfri finnst það líka ósköp notalegt því það að skemmtilegt sem ég geri sem þingmaður, að það að fara kjördæmið mitt og hitta fólk og svona læra dálítið af því og hlusta, og það það sem að ég vil gera núna eftir þessa ríkisstjórnarsetu. Nú vil ég dálítið hlusta á hvað fólk hefur að segja, hvernig það metur verkin og hvað það vill að við höldum vonandi áfram að gera og byrjum á því kannski sem að við höfum ekki náð að byrja á eða eitthvað slíkt ef að fólki finnst það. Gaman að vera þingmaður? Já, það ótrúlega gaman og það allt öðruvísi heldur en maður heldur þegar maður leggur af stað. Þetta svona vinnustaður sem ólíkur öllum öðrum og mér finnst það skemmtilegt. Mér fannst líka skrítið þegar ég byrjaði í sveitarstjórnarpólitík á sínum tíma. Það var allt annað heldur en að ég átti von á. En já, þetta mjög skemmtilegt og fyrst og fremst það snertifletirnir við svo marga. Maður kynnist svo mörgum, maður kynnist tilveru margra og svona aðstöðu og aðstöðumun sem gríðarlegur mjög víða, bæði hvar þú býrð en líka bara hvaða stöðu þú tilheyrir og hvar þú ert í samfélagslæginu, og það bara svona ýtir alltaf við manni því sem ég byrjaði á áðan kannski, það þetta með jöfnuðinn, hann alltaf svona í hjartan að maður verður að halda áfram og ég tel að ég hafi svo mikið ennþá fram að færa og langar að berjast fyrir áfram því að reyna að ná fram enn meiri jöfnuði heldur en við höfum nú þegar náð fram. Þannig ég hlakka til baráttunar og vonandi fæ ég brautargengi til þess að verða áfram þingmaður. Það skulum við vona. Takk innilega fyrir spjallið. Takk sömuleiðis.